Þetta viðskiptaþátturinn á útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Daginn 22. apríl. Dagurinn í dag tilengaður markaðsmálum eins og aðrir mánudagar. Ég fæ til mín í stúdíó Steinloga Björnsson, framkvæmdastjóra markaðs- og sölusviðs flugliða, en auk þess gegnir Steinn formanns embætti samtaka ferðaþjónustunnar. Við munum heyra viðtal sem ég tók fyrr í dag við Ingjald Hannibalsson, prófessor við Háskóla Íslands, markaðssetningu Íslands og stöðu okkar í alþjóðavæðingunni. Þetta verður sem sagt markaðssetning Íslands og markaðssetning þjóða verður efst á baugi hjá okkur í dag. Síðastliðinn föstudag stóð Háskóli Íslands fyrir fyrirlestri einmitt þetta efni, markaðssetningu þjóða, og fengu þeir til sín erlendan prófessor við Harvard Business School, maður að nafni John A. Quells. Ég náði smá tali af prófessor Quells og byrjaði á að spyrja hann að því hver megin munurinn væri á að markaðssetja þjóð annars vegar og fyrirtæki hins vegar. Við skulum heyra hvað prófessorinn hafði að segja það. Well, I think when one's talking about marketing a company, you have the opportunity always to choose who your employees are. And you can choose people who have the same values as the company has, and therefore you've got a consensus inbuilt into a good company. And what that means is that having clearly defined the values and the objectives of the company and selected the employees accordingly, you can then go at the challenge of building up your brand image, marketing yourself to your prospective customers. In the case of a country, though, it's different because a country can't choose who its citizens are or are not in the same way as a company can choose who its employees are. And therefore, building the internal consensus about what the values and vision are for a country is a very much more challenging task, and I think one that a lot of politicians find very difficult. Are there any similarities in marketing a country and a company? Well, the principles are very similar because if you think about it, there are around about 190 countries in the world at the moment, and they're all competing for a limited amount of foreign direct investment. So they're rather like all of the cereal boxes you see in the aisle of your local supermarket. You go in and you'll see an amazing variety of breakfast cereals on display, and the question is, which one will you choose? Well, very similarly, for a foreign direct investor who's got the whole world available for investing in, where is that foreign direct investor going to put his or her money? The money is going to come to a country which has the capabilities and the particular points of differentiation that foreign investor is especially interested in. And those might relate to the regulatory environment, might relate to the tax regime, the ease with which earnings, for instance, can be generated and repatriated or reinvested. But it might also relate to the competence, capabilities, and skills level of the employees, of the employee base in the country. It might also relate to the location of the country and the convenience of that location for transportation purposes and so forth. But in today's global economy, internet-driven economy, and
despite the bursting of the internet bubble, I'm a firm believer that the internet is going to play a powerful role in shaping international commerce. In that kind of an economy, location doesn't really matter as much as skills and knowledge base. And that's where I think foreign direct investors are really looking with interest these days. Where are the countries where they can find a highly skilled, knowledgeable workforce that can reliably deliver the kind of outputs that they need in order to add value in their businesses. So in terms of differentiating from other countries, it isn't enough to build an image, an external image. The image have to be internal as well. Yes, I think that what you're describing is rather like marketing a product and then the product not really living up to the promise of the marketing or the advertising. The worst thing that you can do, and perhaps the biggest waste of money in the world, is to spend money on marketing and advertising campaigns to, for example, boost foreign direct investment or boost tourism on the basis of claims that end up being unfulfilled or undeliverable. Because those people will not only not come back a second time, there'll also be a negative word of mouth in the marketplace and a perception of being ripped off by claims that weren't fulfilled that will not serve you well. In the lecture earlier you were talking about Eiríkur Rauði, Eric the Red, who named Greenland a non-describing name. Should Iceland change the name Iceland to something else? Well, I think it would be very presumptuous of me to suggest a change in the name of the country. I certainly wouldn't want someone to come up to me in England and suggest that we change the name of my own country. But what you have to do is, I think, understand what the name conveys in terms of image, what the knowledge base is of the people overseas that you're trying to reach and interest in Iceland, and understand what the gaps are between their perceptions of Iceland as a country and what Iceland really is and what Iceland really has to offer. And where those gaps exist, and I think that there are surely gaps that do exist, the question is, can we develop a marketing communications effort that will go out with the objective of correcting those gaps and hopefully as a result developing a more comprehensive and complete image of what the country is, what it stands for, its heritage, its values, its history, its literature, as well as its association with fishing and shipping and so forth. Can we develop a comprehensive and richer image of the country that will enable it to get on the map as far as more foreign direct investors are concerned? Professor Quells, thank you very much for your time. Thank you. Þetta var áhugaverður fyrirlestur sem að professor John A. Quells hélt í Háskóla Íslands nú á föstudag og var þetta svona megin inntækið í því sem hann hafði fram að færa. Samkvæmt honum að þá var þetta í fyrsta skipti sem að Harvard professor, eða allavega professor við Harvard Business School heimsækir Ísland og heldur hér fyrirlestur og hann allavega vissi ekki betur. En MBA-nemar við Háskóla Íslands fengu svo að njóta visku hans líka og var hann fenginn til þess að halda fyrirlestur fyrir þá. En við erum að bíða eftir Steini Loga Björnssyni í stúdíó, framkvæmdastjóra markaðs- og sölusviðs flugleiða. En Steinn Logi er auk þess formaður samtaka ferðaþjónustunnar sem hélt sinn aðalfund í síðustu viku
eða vikunni þar á undanverða og undir yfirskriftinni markaðssetning Íslands. Steinn Logi, velkomin í stúdíó Útvarp Sögu. Þakka fyrir. Segðu mér, nú ert þú framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs flugleiða. Hvaða hlutverki gegna flugleiðir í markaðssetningu Íslands? Flugleiðir og forverar þess flugfélags hafa gegnt lykil hlutverki í raun og veru í markaðssetninguna á Íslandi sem ferðaþjónustu landi og sem ákvörðunarstað eiginlega frá upphafi vega. Þannig að ég held að það sé ekki ofmælt þó að sagt sé að þeir séu algjörlega í leiðandi hlutverki fyrirtækið á þessu sviði, bæði sérstaklega eins og ég segi fyrir ferðaþjónustuna, en svona almenna landkynningu einnig. Nú það sagt að markaðssetning þjóðar þurfi að vera nokkuð vel stefnu mótuð, að það að segja að menn þurfi að vera nokkuð sammála það sem er kynnt. Eru flugleiðir sammála íslenska ríkinu það sem að leggja byrja áherslu á? Já, ég held það og ég held að einmitt þetta að við höfum náð á síðustu árum töluverðum árangri í einmitt að samræma aðgerðir og sjónamið og þar spilar það mikla rullu að ríkið hefur komið í auknumæli meira en áður að landkynningamálum og kannski tvennt sem að sérstaklega má nefna í því og reyndar Reykjavíkurborg líka að hluta til. Það sem má nefna í því sérstaklega það annars vegar stofnun markaðsráðs ferðaþjónustunnar sem var stofnað fyrir 4 árum og núna að fyrsti 4 ára samningur þess að renna núna sitt skeið og enda í ár og þar tóku saman hendur ríkið, fjármálaráðherra og samgönguráðherra fyrir hönd ríkisins, samtök ferðaþjónustunnar og Reykjavíkurborg leggur 15 milljónir á ári inn í þetta og samtök ferðaþjónustunnar 50 milljónir og fyrir hönd sinna fyrirtækja eða í raun og í gegnum sín fyrirtæki, aðaldarfélög og ríkið 50 milljónir árlega og þetta hefur verið svona fyrsta kannski skrefið þar sem að menn hafa þurft að setjast niður og samræma markaðssetninguna, sameinast einhverjar ímynd og einhverjar aðgerðir. Hitt skrefið átak í Bandaríkjunum sem að kannski gengur lengra því að markaðsráð ferðaþjónustunnar fyrst og fremst samstarfsvettvangur ríkis, Reykjavíkurborgar og ferðaþjónustunnar á sviði ferðamála. En síðan annað verkefni í Bandaríkjunum sem heitir Iceland Naturally sem að einnig hugsað svona til 4 ára og þar kemur ríkið með $700,000 á ári með 70 milljónir og einkaaðilar þá með 3 til 4 til 500 milljónir eftir hvað tekst að safna og þar menn að markaðssetja líka landið og ekki bara landið sem ákvörðunarstað heldur raun og veru líka sem uppruna land góðra matvæla. Það sem talað fisk og lambakjöt og vatn og annað í þeim dúr ásamt því að verða ákvörðuna staður og það hefur gengið líka held ég má segja vonum framar og einmitt annað átak í það að samræma aðgerðir opinbera aðila og einkaaðila í því að kynna landið. Fyrir þessa samræmingu gætti mikið ósamræmis í þessum málum? Já, ég held að megi nú segja það hafi gætt og það kannski, það ákveðin ímynd auðvitað sem festist í sessi á ákveðnum stöðum, til dæmis í Þýskalandi þar sem að menn hafa verið að markaðssetja ferðaþjónustuna hvað lengst í áratugi, að þar var það orðið þannig að ímyndin var mjög sterk, sumar náttúru upplifunar ímynd, sem þýddi það til þess að myndir voru sífellt á bæklingum af Geysir og kannski Gullfoss og kannski Hesti, en þá vilt ekki með einum ánum með öðrum orðum það var þessi hreina náttúra og sem að menn upplifðu bara sumrin. Það mjög sterk ímynd sem þess var komið þar en það kannski ímynd sem að getur verið til trafala líka síðan ef að menn vilja breyta áherslur og útvíkka markaðinn. Já. Nú hafði ég hjá mér Arngrím Hermannsson hér í síðustu viku og ræddi við hann heilmikið það starf sem að íslenskar ævintýraferðir að inn á hendi. Þar við með jeppaferðir sem kannski ekki þessir hreinleiki sem felst í hrossum og tæru vatni. Eru nýjar aðferðir að koma fram sem sagt við markaðssetningu landsins? Já, ég held að áhersluna sé að breytast og þær eru að fara meira, það kemur til að því að það sem við þurfum hreinlega að markaðssetja eru aðrar hliðar á Íslandi
heldur en bara þessi hreina náttúruupplifun. Það er ekkert að þessar hreina náttúruupplifun og það er oft sagt að það sé betra að hafa einhver ímynd heldur en enga og hérna, en það sem að kannski vandamáli er það að þessi hreina náttúruupplifun, hún er mjög tengd bara mjög stuttu tímabili við sumarið. Það sem að verkefnið er og sameiginlegt hagsmunamál allra í atvinnugreininni og allra landsmanna er að auka ferðamanna og komu ferðamanna allt árið og þá vorin, haustin og veturinn og þar einmitt kemur að því að það þarf að útvíkka ímyndina, hún má ekki bara vera náttúru skoðun, hún þarf að vera ævintýra upplifun og þar kemur þetta inn í með kannski jeppaferðir og jafnvel hestaferðir, ekki maður gleyma því að við höfum breytt því úr því að vera hesturinn sé bara fallegt dýr í náttúrunni yfir það að verða svona ævintýra skemmtun í dagsferð og það síðan má segja nefna menninguna, tónlistarháttíðir og matur sem við höfum lagt mikla áherslu á. Allt þetta er kannski liður í að skapa Íslandi öðruvísi ímynd heldur en kannski hér var áður mjög dominerandi. Þannig að það er verið að skapa Íslandi ímynd sem menningar þjóð en við erum nú ekki mjög gömul þjóð ef við lítum til menningarinnar. Hvaða sérstöðu hefur okkar menning umfram aðrar menningu annarra þjóða? Hafið þið einhvað velt í fyrir ykkur? Það er náttúrulega auðvitað bókmenntirnar og sögurnar, það er náttúrulega segir sig sjálft og það er kannski það sem er svona kjarnin í því öllu, síðan er spurningin hvernig menn útfæra það. Og það er eitt sem er til dæmis nauðsynlegt að held ég að menn líka átti sig á og breyti viðhorfum sínum. Hér áður fyrir til dæmis þá þótti þetta allt saman svo heilagt að þetta þurfti helst að vera einhverstað lokað inni og bara haldnar þetta hátíðaræður. En að gera þetta lifandi hluta af lifandi upplifun útlendisins, eins og til dæmis sögusafn og Hvolsvelli mjög gott dæmi og til dæmis ferður Njáluslóðir og það sem þetta er gert að lifandi hluta og skemmtilegt. Ég held að það er til dæmis mikil framför og ég held að okkur Íslendingum finnst það skemmtilega líka að upplifa það þannig. Við skulum áður en við höldum áfram heyra nokkrar auglýsingar. Þetta er viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Já, við setjum hér og ræðum við Steinlóga Björnsson, framkvæmdastjóra markaðs- og sölusviðs Flugleiða HF og formann samtaka ferðaþjónustunnar. Við vorum að tala um menningu, Steinlógi. Það er ein leið sem við notum til að nálgast væntanlega ferðalanga. Skiptum við Íslandi upp í ákveðna markhópa? Nálgumst við mismunandi hópa og mismunandi hátt? Já, við gerum það og það sem að við hjá Flugleiðum höfum gert nú nokkur ára skeið og ég held að markaðsráðið hafi til dæmis líka aðlaga sig og tekið upp. Það er það að við höfum haft tilhneigingu til þess að markaðssetja okkur í raun og veru sem 2 brönd, ekki norðað þannig, 2 vörumerki. Annars verður vörumerkið Ísland sem er þá áherslan á náttúruna og sumarið og alla landsbyggðina og hins vegar er það vörumerkið Reykjavík sem að er kannski borgarmenning, ævintýra upplifun út frá borg, meiri þægindi og meira að vetri og það helgast nú kannski af því að markaðurinn er þannig að í ýmsum löndum í það er til vel skilgreindur markaður fyrir borgarferðir, ævintýraferðir, alveg svo við þekkjum frá Íslandi. Ég meina við förum hérna á haustin og veturnar mjög algengt að Íslandingar fari í borgarferðir til þess að upplifa menningu, versla, borða, skemmta sér, skoða söfn og annað slíkt. Og þetta er bara vel skilgreindur markar í heiminum og við fórum inn að þennan markað með aðra ímynd heldur en kannski við vorum með Ísland sem náttúruupplifun á og það er vegna þess að það er stundum sagt að það er erfiðar að breyta hugmynd sem er þegar í hausnum heldur en að skapa nýja og það er kannski það sem við fundum til dæmis á summarkvöldum, það sem Ísland var með mjög sterkar náttúruímynd að það bara passa einhvern veginn ekkert inn í að fara til Íslands að vetri til þess að vera í einhverju borg. Við höfum meðal annars kynnt þarna fancy a dirty weekend Já, til dæmis, það er eitt konseptið í þessu og nú varst þú að koma frá Moskvu og þeir höfðu ekki þessa hreinu upplifun. Nei, það er athyglisvert að Rússar til dæmis, þeirra hlýleiki til Íslands, hann byggist svona á þessum menningatengslum, menningarsamskiptum og þeir þekkja okkar menningu og sögu ágætlega. Það var til dæmis mjög merkilegt, þeir voru ekki með þessa sterku náttúru ímynd að mér fannst að tala við á. Nei, eru Rússar vænlegur hópur nýra viðskiptavina?
eða koma margir rússar hér á ári hverju? Nei, það koma ekki margir rússar á ári hverju í dag og rússar eru svona tiltölulega nýbyrjar að ferðast og það ekki mjög stór hluti af þjóðinni sem að farin að ferðast, en nógu stór hluti samt til þess að það skipt okkur miklu máli. Moskva til dæmis 10 milljón manna borg og ég meina það þarf ekki að vera afskaplega stór hluti, sko Noregur ekki nema 4,7 milljónir manna, þannig að sko það þurfi ekki að vera nema 1 milljón eða 2 af mjög efnuðum eða sæmilega efnuðum Moskvubúum til þess að vera svona virðingaverður markaður að stíla inn á. Já, nú höfðu þetta þessi hræðilegu atburðir í New York þann 11. september, mikil áhrif á þjónustu geiran almennt. Hvaða áhrif hefur þetta haft á okkur hér heima? Já, þetta alveg rétt og þetta haft mikil áhrif. Og það kannski áhrifin á íslenska ferðaþjónustu eru kannski dálítið mikið í gegnum flugleiðir. Það helgast að því að flugleiðir hafa byggt upp mjög öflugt leiðakerfi sem byggir á því að leiða farþega sem eru á leið yfir Norðurlandshafið hér í gegnum Ísland og byggja þar með upp meiri tíðni og fleiri áfangastæði heldur en ella væri mögulegt byggt bara á íslenska markan. Og þar leiðandi hafa kannski flugleiðir verið háðar í Norðurlandshafið heldur flestur flugfélög. Þannig að þetta áfall og sérstaklega því að flugleiðir eru að fljúga inn á Boston, New York einmitt og austurströndina og Bolton og Washington svæðið og svona. Þannig að þetta hefur sem sagt gegnum það haft töluverð áhrif á íslenska ferðaþjónustu, enda hefur maður séð mjög mikla fækkun Bandaríkjamanna í vetur. En það sem ég held að við höfum brugðist alveg hárrétt við og þá segi ég við höfum brugðist við þá við bæði flugleiðir, ríkið og ferðaþjónustan. Held að menn hafi sko stigið mjög mikið heillaspor þegar menn brugðust mjög snöggt við og gerðu mikið átak, settu mikla peninga þegar aðrir hættu gjörsamlega að eyða og hættu að auglýsa, þá fórum við fram og ríkið kom myndarlega að því og við auglýstum Ísland í Evrópu miklu öflugra heldur en áður og voru mjög áberandi á mörkuðum, kannski þegar aðrir voru að draga í land og það hefur reynst okkur gífurlega gott og ég sýnist að afleiðingin af því að sé að verða svo að okkur mun takast vonandi á þessu árið að bæta upp fyrir þann mikla missir sem að fækkun Bandaríkjamanna með ennþá meiri fjölgun Evrópumanna heldur en ella hefði orðið. Já, í síðustu viku var einmitt haldin ráðstefna markaðsstarf á samdráttatímum og ágæti þess að halda áfram markaðsstarfi þó að drægi saman. Þið eru sem sagt meðvitaðir þetta hjá flugleiðum? Já, mjög meðvitaðir þetta og þetta var auðvitað svo sem áhættu skref og sérstaklega þegar að fyrirtækið almennt séð að skera niður og draga saman að stíga þetta skref en ég held að sagan þessi reynsla sína okkur það að þetta var alveg hárrétt og hefur verið mikið heillaspor. Já. Hefur íslensk ferðaþjónusta fylgt ykkur í þessu? Hefur þetta verið samstillt átak? Já, og það má segja það. Markaðsráðið, það má segja kannski fyrst og fremst hefur þetta verið átak flugleiða og ríkisins, sem mest fíð hefur komið. Síðan hefur markaðsráðið beitt sínum aðgerðum í sama farveg, þannig að þetta hefur allt tekist saman. Og sem dæmi það hvað við höfum hefni að aðrir sem dró í land algjörlega og menn hættu að auglýsa og fyrir bragðið að auglýsingar sem við höfum keypt veggspjöld í borgum í Evrópu og í neðaralestum og öðru slíku að þetta var kannski upp í mánuði lengur heldur en átt að vera einfallega vegna þess að aðrir kom ekki í kjölfarið. Já, og hefur áhrifa gætt að þessu nú þegar? Já. Tvímælalaust, ég held að menn séu allir saman það er gætt mjög nú þegar og mér sýnist samkvæmt þeim tölum sem ég hef þó ég veit að það stangist einhverju leyti á við svona tölur sem mann hafa að henda á milli sín af þessari talningu núna sem er búin að hefa sem nýtt en mér sýnist að við séum ekki að tala fækkun núna á síðustu 2 mánuðum á erlendu ferðamönnum til Íslands sem er náttúrulega ótrúlegt því að við erum að tala mjög mikla fækkun í Bandaríkjamönnum sem hafa verið langstærstir á þessum mánuðum. Já. Nú hlaut Sigurður Helgason viðurkenningu sem markaðsmaður Norðurlanda í fyrra. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir fyrirtækið sem slíkt eða markaðssetningu á Íslandi yfir höfuð? Þetta hefur bara töluverða þýðingu bara fyrir okkur sjálfa móti verið okkur og hann er auðvitað mjög vel að þessu kominn og það er mikil hvatning fyrir okkur öll sem að með honum eru í þessu. Þannig ég held að þetta sé fyrst og fremst þannig þýðing og svo er þetta einhver athygli sem þetta hlýtur meðan á þessu stendur en ég held að þetta sé bara viðurkenning mikil og við erum afskaplega stolt af honum og af allu því sem að menn hafa verið að gera. Nú ert þú líka formaður samtaka ferðaþjónustunnar.
Hvaða aðilar eru þetta sem eru aðilar að þessum samtökum? Samtök ferðaþjónustunnar eru gífilega víðfemm samtök og kannski víðfemmar menn gera almennt grein fyrir því að ferðaþjónustan spannar svo vítt svið og í þessum samtökum 350 fyrirtæki og það allt frá því að vera veitingahús, hótel, gististæðir aðrir, bílalegur, sérleyfishafar, hópbifreiðafélög og fyrirtæki, flugfélög, afþreyingafyrirtæki, hestalegur og bændagisting. Þannig að ég hef aflega glemt einhverju en þetta sem sagt mjög víðfeðmt og víðtækt og mjög öflug starfsemi. Við sitjum hér og ræðum við Steinloga Björnsson, framkvæmdastjóra markaðs- og sölusviðs flugleiða markaðssetningu Íslands. Við munum halda áfram því spjalli og heyra meira fræðast meira samtök ferðaþjónustunnar og það merkilega og mikilvægt starf sem að þau samtök inna af hendi eftir örstuttar veðurfréttir. Útvarp Saga. Hér stutt veðurspá fyrir landið frá Veðurstofu Íslands. Veðurhorfur á landinu til klukkan 18 á morgun. Norðurlag 8, 5-10 metrar á sekundu en 8-15 landið norðaustanvert tíma síðdegis. Skýjað með köflum landið sunnanvert, dálítil rigning eða slitta norðan til fram eftir degi en síðan stöku él. Gengur í norðaustan og síðan sunnan 8-15 metra á sekundu á morgun með rigningu, fyrst sunnan til. Hiti 0-10 stig, kaldast norðanlands. Veðurhorfur næstu daga. Suðvestlag 8 á 5-13 metrar á sekundu og skúrir, einkum suðvestan til á miðvikudag. Norðaustlag 8 og él norðan og vestan til á fimmtudag en annars suðvestlægari og úrkomu lítið. Helgina útlit fyrir norðlaga 8 með snjókomi eða éljum, einkum norðan til. Hægt kólnandi veður. Útvarp Saga 94,3. Já, Steinlogi Björnsson, við vorum að tala aðilar sem eru aðilar að samtökum ferðaþjónustunnar. Þetta eru mjög megnug samtök eins og við töluðum áðan að þá setja þau samtökin sem slík 50 milljónir á ári í markaðsráð ferðaþjónustunnar. Þau vigta þungt í íslenskri ferðaþjónustu, samtök ferðaþjónustunnar. Já, ég held að samtök ferðaþjónustunnar sé eiginlega íslensk ferðaþjónusta. Það eru langflest fyrirtæki í ferðaþjónustu öll sem að svona taka sig alvarlega og vilja starfa eftir allum góðum reglum og taka þátt í sameiginlegu starfi og líka fá að geta sinna hagsmuna með öðrum kollegum. Það ég held að séu öll í samtökunum og þetta reyndar ekki gömul samtökur og stofnuð 1998, 11. nóvember og hafa náð því að koma þegar mörgum góðum málum í gegn. Ég held að markaðsráð ferðaþjónustunnar til dæmis 1, það var stofnað á fyrsta aðalfundi samtakanna og það var eitt af miklum hagsmunamálum sem við stendum að. Önnur mál varða skattamál og starfsumhverfi ferðaþjónustunnar. Það alveg satt og staðreind að starfsumhverfið hefur verið erfitt. Við höfum ekki notið kannski alveg réttra skattaumhverfis og ýmislegs annars frá hendi hins opinbera en með stofnun samtakana og skipulags starfs þeirra og samstarfs við yfirvöld bæði Alþingi og ríkið og borg þá höfum við komið mjög mörgum góðum málum fram sem að hafa bætt þetta starfsumhverfi. Var þetta aðalhvatinn að stofnun samtakana? Já, ég myndi segja þetta tvennt að skipa ferðaþjónustunni veglegan sess sem atvinnugrein sem að nyti jafnræðis og við aðrar atvinnugreinar í þjóðfélaginu, það var kannski númer 1 og ná fram hagsmunum félagsmanna og ferðaþjónustunnar og hins vegar þetta að fá ríkið og aðra að borðinu meira hvað varðar landkynningu og þessi mál sem að eðlilega lúta að ríkinu, opinberum aðilum, að vera þáttakendur í áður kannski var ekki við neitt að semja í ferðaþjónustunni, þannig að menn gátu svona sleppt þessu. Það til dæmis mjög frægt dæmi það að samkvæmt lögum ferðamálaráð held ég að sé að þá var hér ákvæðum það að árlega skildu 10% rekstrartekjum fríhafnarinnar renna til markaðsmála og landkynningamála og ég held að þetta hafi aldrei verið afhent eða minnskosti það verið undantekning ef það hefur verið, þetta var alltaf bara sleppt og ákveðið að gera þetta ekki. Þannig að það hefur enginn verið til þessar ástæða þessum krónum? Nei og það var heldur enginn til þess að berjast gegn því að menn getur komist upp með það bara einfallega að sleppa þessu. Nei. Það var ekki, greinin var ekki skipuleg og hagsmuna hennar var ekki gætt. Nei. Núna allt annað upp á tenningum og ég held að menn myndu ekki leiðast eitthvað svona í dag. Í viðtalinu við prófessor Kvæls hérna áðan þá hafði hann orð á því að fyrstu kynni ferðalanga nýju landi væru mjög mikilvæg
þetta first impression sem að menn að tala sé mikilvægt í markaðsmálum. Að þínu mati, hvaða ímynd hafa flugleiðir sem flugfélag erlendis? Sko okkar markmið að skapa eða staðsetja flugleiðir sem hágæða norrænt flugfélag sem að býður góða þjónustu, öruggt og býður góða þjónustu til Íslands og yfir Norður-Atlantshafið. Þetta svona okkar svona positioning statement, ekki norðað þannig, okkar staðsetningar markmið og ég held að síðan könnum við það reglulega, hvernig okkur að takast til í könnunum og viðhorfskönnum á okkar helstu mörkuðum og við erum í sífeltana árangri, betri og betri árangri í þessu. Við höfum gert þetta mjög skipulega, þar að segja við höfum byggt upp bæði félagið, við höfum byggt upp leiðakerfið, síðan höfum við byggt upp þjónustuna og síðan höfum við byggt upp þegar allt, eins og við kallum að pull it all together, að draga þetta allt saman í svo kalluðu branding verkefni, vörumerkja verkefni sem við fórum í gegnum, þar sem við reyndum að pakka þessu öllu inn og setja þetta fram með skipulegum hætti og síðan höfum við mælt þetta allt saman mjög vel og það virðist vera að við séum að ná árangri gegn þeim markhópum sem við erum að höfða til. Hafið einhvað kannað það hvernig ykkar ímynd, það er að segja ímynd flugleiða samræmist ímynd Íslands út á við? Já, við ímynd flugleiða, þegar við erum að markaðssetja Ísland eða ákvörðunarstaðinn, þá erum við í raun og veru ekki að markaðssetja ímynd flugleiða. Við höfum aðgreint þetta töluvert, við höfum sett ákvörðunarstaðinn fyrstan og frekar höfum við lagt áherslu á það að auglýsa og markaðssetja á þeim stöðum þar sem við erum líklegri til að njóta þá góðs af því eða þá á þeim stöðum þar sem við erum að byggja upp leiðakerfi til dæmis utan háannatímana þar sem aðrir hafa ekki áhuga. Þannig að við höfum verið að markaðssetja okkur mjög stíft í Bandaríkjunum með Ísland, eins á Bretlandseyjum og í Skandinavíu þar sem við erum svona einir, síðan núna síðustu árum og vetrinum og utan háannatímas í meginlandinu þar sem við erum að hefja flug allan á þessu hring. Þannig að þar erum við fyrst og fremst bara að auglýsa Ísland og Reykjavík. Þar erum við ekki endilega að auglýsa Icelandair. En síðan á þeim mörkuðum þar sem við erum að keppa við önnur flugfélög farþega yfir hafið og þá sérstaklega viðskiptamannafarimi, að þar erum við fyrst og fremst að auglýsa vörumerkið Icelandair. Þá eru það auglýsað eins og ég sagði áðan sem hágæða norrænt flugfélag sem býður betri, góða og öruga þjónustu bæði til Íslands og yfir Norður-Atlantshafið og á sem styrstum ferðatíma líka. Já, þeir eru þetta ekki engungu með ferðir sem enda hér heldur flytjiði farþega frá Evrópu og yfir til Bandaríkjanna. Já, og við vitum það að þegar fólk er að koma til Íslands eða þegar við erum að reyna að höfða til fólks til Íslands eða Reykjavíkur, þá er ekki eftirspurnin eftir því að sitja í einhver ákveðnu flugsæti. Eftirspurnin er eftir ákveðnu upplifun og reynslu á ákvörðunarstaðnum. Þannig að þar eru við í svona auka hlutverki hvað vörumerki varðar, þó að í raun og veru, þannig að við setjum allt okkar í það að kynna landið og borgina. Og það er þess vegna kannski sem við komum inn á upphafi. Það hefur verið, við höfum lítið bara á þetta sem okkur hlutverk, líka vegna þess að við eigum mestra hagsmuna gæta, við höfum fjárfest mest, en við erum ekki auglýsa Icelandair fyrst og fremst á þessum markuðum. Hins vegar þar sem við erum kannski eins og segjum yfir sumartíman í Þýskaland og Frakklandi sem er mikil samkeppni til Íslands. Þar auðvitað reynum við að leggja áherslu á flugfélagið, en á hinn bóginn þá einfallega af takmarka auglýsingarfé þá reynum við bara að verja því ekki í slíka markaði. En það hefur árangurinn, svo ég segir sjálfur frá, verið að sjá að það hefur verið frekar stöðnun á þeim mörkuðum yfir sumartíman á síðustu árum, því það hef ekki aðrir heldur komið þá og auglýst í staðinn landið, en er núna að byrja að koma upp aftur vegna þess að við erum að auglýsa á þessum mörkuðum yfir vetrartíman. Þannig að ákvörðunarstaðurinn er alltaf á markanum þegar fólk er ákveðið sínu sögumferði núna og þannig að það er að byrja að vaksa mjög vart aftur. Já, varðandi þetta að mæla hvar árangurinn næst, þegar við gengum í Schengen eða þegar Schengen samningurinn gekk í gildi, þá hafði það ákveðin áhrif hér á íslenska ferðaþjónustu eða hvað? Nei, ég held ég getum ekki sagt það. Hvað mælingar var það? Það er rétt. Það var hægt að við höfum haft mjög góða mælingar í fjölda í komum erlendra ferðamenn eftir þjóðornum og mánuðum alveg bara síðan á miðri síðustu öld. Síðan allt og við mælt þetta og miða okkur við þetta. Síðan gerist það að við gungum í Schengen og þá er þetta hægt og sem að lætur menn vera svolítið blinda í þessu. Eins og sagt er á enskri tungu, if you can't measure it, you can't manage it. Þá getur ekki mælt það, þá getur ekki stjórnað því eða stýrt því og þannig að það skildi okkur eftir í ákveðinu svona vanda
hins vegar eins og við hjá flugulum, við kannski höfðum betri tölur, heldur en kannski almennt voru, því við höfum okkar tölur náttúrulega, og hvar við vorum að selja eftir mánuðum og eftir ákvörðunarstöðum og svo framvegis, en þetta var vandamál í ferðaþjónustunni almennt og núna sem betur fer er verið að gera ákveðnar ráðstafan til þess að reyna að koma þessari talningu einhverjum hætti aftur á og búið að gera núna í held 2 mánuði og það miklu betur en ekki neitt. Já. Og þarna var sem sagt komið á stað mælingu þar sem að algengustu þjóðir voru mældar. Já, og eins nákvæmt eins og svona hægt er. Já. Við höfum verið að ræða hér við Stein Loga Björnsson, framkvæmdastjóra markaðs- og sölusviðs flugliða og formann samtaka ferðaþjónustunnar. Við náum því miður ekki lengra í því spjalli en heyrum hér á eftir viðtal sem ég tók fyrir í dag við Ingjald Hannibalsson, prófessor í viðskiptadeild Háskóla Íslands markaðssetningu landsins og stöðu okkar í alþjóðavæðingunni, en fyrst nokkrar auglýsingar. Þetta viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Skilgreiningu á markaðssetningu almennt. Er hægt að nota sömu skilgreiningu þegar átt við þjóð og þegar að ræða fyrirtæki? Já, að verulegu leyti. Fyrirtæki þarf að skilgreina kjarnasvið sitt, hvar styrkur þess liggur. Fyrirtæki þarf síðan að finna út hver kjarnaafurðin er og síðan byggir markaðssetningin á því að koma þeim skilaboðum á framfæri til væntanlegra viðskiptavina, sem sagt hver kjarnin í starfsemi viðkomandi fyrirtækis er. Þegar við ætlum að markaðssetja þjóð, þá verðum við með sama hætti að átta okkur á því hver er kjarnin, hver er kjarnaafurðin, kjarnaþjónustan, hvað er það sem mestu máli skiptir, hvað er það sem að hefur meiri áhrif en allt annað á það hvort að erlendir aðilar vilja eiga viðskipti við okkur ef ekki. Vandamálið hins vegar þegar kemur að því að markaðssetja þjóðina, og það er að þeir sem koma að málinu nái samstöðu það hver kjarnaafurðin er, hver kjarnin er. Og ef að við skoðum markaðssetningu á öðrum þjóðum, þá má nefna til dæmis, ef við nefnum Holland, þá segja menn túlipanar, vindmjölur, tréskór. Ef að við nefnum Frakkland, þá nefna menn gjarnan mat og vín. Svo er spurningin, ef við nefnum Ísland, hvað viljum við að útlendingarnir segi? Hvað er verið að markaðssetja þegar verið að markaðssetja þjóðir? Er verið að selja þjóðina bara túristum eða einhverjum öðrum? Það er verið að mynda ímynd og við vitum að það eru ýmis lönd sem hafa náð að byggja upp gæða ímynd, þannig að þegar neytandi fer í verslun og ætlar að kaupa vöru, þá gerir hann ráð fyrir því að til dæmis rafmagnsvara frá Þýskalandi sé góð og hann gerir ráð fyrir því að fatnaður frá Ítalíu sé vandaður, á meðan svipaðar vörur frá öðrum löndum njóta ekki sömu eða hafi ekki sömu gæðaímynd. Nú er alþjóðavæðingin, vægast sagt, mjög mikið rædd þessa dagana og þessi misserinn. Hvernig á Ísland að þínum mati að taka þátt í henni? Erum við tilbúin til þess að taka þátt í henni? Ég held að við séum tilbúin til þess að taka þátt í henni, en hins vegar er spurning hvort að við viljum taka þátt í henni. Þú spyr hvernig hægt er að auka alþjóðavæðinguna. Ég tel að við getum gert það með ýmsum hætti. Eitt af því er að auka útflutning á vörum og þjónustu frá landinu. Þegar við skoðum þróun alþjóðaviðskipta á undanförnum áratugum, þá kemur í ljós að milliríkja viðskiptin hafa vaxið mun hraðar en heimsframleiðslan. Ef við hins vegar skoðum stöðun á Íslandi, að þá hefur útflutningurinn á Íslandi vaxið álíka hratt og landsframleiðslan, sem þýðir að útflutningurinn hérðan hefur vaxið hægar en heimsviðskiptin almennt,
Þannig að Ísland hefur verið að tapa markaðshlutdeild á undanförnum áratugum. Þetta þýðir það að hlutfallslega skiptir milliríkjaverslun okkur minna máli núna heldur en fyrir 10 árum síðan. Þetta eitthvað sem ég tel ekki vera ásættanlegt ef að við virkilega viljum taka aukinn þátt í alþjóðavæðingunni. Það má líta á fjárfestingar útlendinga á Íslandu og fjárfestingar Íslendinga erlendis. Þær hafa verið tiltölulega litlar. Raunar var það þannig að það voru verulegar takmarkanir á fjárfestingum útlendinga hér á landi og það var ekki ætlast til þess að Íslendingar fjárfestu mikið erlendis. Þetta hefur nú breyst aðeins. Það þó enn bannað að útlendingar fjárfesti beint í útgerð og frumvinnslu sjávarafurða. En ég tel að það þurfi að auka þetta flæði fjárfestinga bæði til og frá landinu. Erum við þá jafnvel ekki vön því hér á Íslandi að hafa þetta frelsi og kunnum því ekki að nýta okkur það? Við erum þetta ekkit vön frelsinu því að það er nýlega til komið og það hefur oft komið fram í fjölmiðlum óánægja ýmissa með til dæmis fjárfestingar sjávarútvegsfyrirtækjanna erlendis og menn hafa spurt hvernig stendur á því að það er verið að fullvinna fiskinn okkar erlendis í Bandaríkjunum í Bretlandi. Af hverju verður þessi fullvinnsla ekki fram á Íslandi? Þannig að það hefur verið svona neikvæð viðhorf í garð fjárfestingar íslenskra fyrirtækja erlendis í stað þess að fagna raunverulega slíkri útrás. En þú segir að útlendingun sé ekki enn heimilt að fjárfesta í ákveðnum atvinnugreinum hér heima. Þarf að gefa þetta alveg 100% frjáls til þess að ásættanlegt ástand skapist? Ég tel að það eigi að gefa það algjörlega frjálst. Við Íslendingar viljum hafa möguleika á því að fjárfesta það sem okkur sýnist. Við viljum fá að fjárfesta í sjávarútvegi í þeim löndum sem að okkur líst best á og við höfum ágætis frelsi til slíks. Ég tel eðlilegt að reglur okkar séu svipaðar og það er reglur sem við viljum að gilda annar staðar. Ég hins vegar ekkert viss það að þó svo að fjárfestingar útlendinga verði alveg gefnar frjálsar hér á landi að þær muni aukast mjög mikið. Ég held því miður að Ísland sé kannski ekki neitt sérstaklega spennandi fjárfestingarkostur. Hvað veldur því að við erum ekki spennandi fjárfestingarkostur? Það má nefna legu landsins. Við erum þó nokkuð langt frá helstu mörkuðum, til dæmis nokkuð fjær en Noregur. Ísland ekki í Evrópusambandinu og fyrir Japana eða Bandaríkjamann þá skiptir það máli því að þeir vita ekkert hvað evrópska efnahagssvæðið er, þeir vita hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Síðan tel ég að tungumálið hamli eða komi í veg fyrir fjárfestingar ýmissa aðila hér á landi. Íslandska jú samskiptamál í flestum íslenskum fyrirtækjum og ef við berum saman til dæmis Ísland og Írland þá hefur Írland tímanlaust kost að þar töluð enska. Síðan hegðar íslenska krónan sér með öðrum hætti en gjaldmiðlar Evrópu, það sem evran skiptir auðvitað langmestu máli. Þannig að það er ákveðin áhætta fólkinu því að vera með starfsemi á Íslandi sem byggir á íslenskri krónu en kannski tekjur í erlendum gjaldmiðli. Hvað þá til ráða? Eigum við að hætta að tala íslensku og leggja krónuna af og ganga í Evrópusambandið? Er það einhver bati í því? Það voða erfitt að koma með eitthvert eitt svar. Ég tel að við eigum að efla kennslu á ensku í íslenska skólakerfinu og ég tel að það verði nauðsynlegt fyrir
ýmis íslensk fyrirtæki að taka ensku upp sem samskiptamál í framtíðinni ef þau ætli að halda áfram að alþjóðavæða sína starfsemi. Varandi það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið, þá finnst mér það tímalaust koma til greina og þá í framhaldi af þeirri inngöngu þarf að kanna það hvort að rétt sé að taka upp evruna eða ekki. En varðandi krónuna, nú heimila ný lög uppgjör í erlendri mynt. Það jafnvel bara, eru menn ekki að ganga nógu langt? Þetta of hægfara skref að heimila þetta? Eigum við að leggja hana af og taka upp aðran gjaldmiðl, jafnvel þó við séum ekki aðilar að myntbandalaginu? Ég held að það sé skrefi rétt átt að leyfa uppgjör í erlendri mynt, hins vegar breyti það því ekki að ýmsir kostnaðarliðir verða til í íslenskum krónum og þannig að uppgjörsmyntin breytir kannski ekki svo miklu varðandi afkomu viðkomandi fyrirtækis. Ég ekki á því að við eigum að taka upp evru nema við fáum að hafa full áhrif í Seðlabanka Evrópu. Þannig að ég til ekki að það væri ásættanlegt að festa gengi íslensku krónuna við evruna án þess að vera virkur þáttakandi í því samstarfi. Hvaða áhrif gæti þjóð eins og okkar, smáþjóð eins og okkar haft í slíkum Seðlabanka? Þegar það koma fulltrúar þjóða saman á fund, þá skiptir mestu máli hversu hæfir þeir einstaklingar eru, hversu mikið þeir hafa til málan að leggja. Og því tel ég að þó svo að á Íslandi búi tæplega 300.000 manns, þá geti Íslendingar haft veruleg áhrif á slíkum fundum sé þess gætt að fulltrúar íslensku þjóðarinnar í því samstarfi séu virkilega hæfir. Og við getum örugglega í mjög mörgum tilvikum sent Íslendinga á fundi sem eru jafn hæfir eða hæfari en fulltrúar stærri ríkja. Þurfum við ekki ákveðin svona aðlöguna tíma áður en að þjóðir Evrópu og þjóðir heims fara að taka mark á okkur jafnt á við aðrar þjóðir sem hafa meiri reynslu af svona samvinnu? Mér hefur nú virst í margs konar alþjóðlegu samstarfið sé tekið mark á Íslendingum og ég tel að við þurfum engan sérstakann aðlöguna tíma vegna slíks. Þetta byggir auðvitað á trausti og það einhverjum einstaklingi falið að taka þátt í ákveðnu samstarfi og síðan auðvitað kynnast fulltrúar hinna þjóðana honum eða henni og smám saman byggist traustið upp og erlendu aðilarnir komast að niðurstöðu það hvort að þessi Íslendingur hafi eitthvað til málun að leggja eða ekki. Þetta bara okkar tilfinning eða vitum við það, hafa verið gerðar kannanir á því hvernig útlendingar og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu til dæmis eða alþjóðasamfélaginu, hvernig þeir horfa á okkur Íslendinga? Ég veit ekki hvort að slíkar kannanir hafa verið gerðar en ég hlustaði fyrir nokkru á Halldór Ásgrímsson flytja erindi og hann greindi frá því greindi frá niðurstöðu könnuna sem kom fram að smáríkin í Evrópusambandinu hafa síst minni áhrif en þau stóru og hann var með tölur sem sýndu það að smáríkin, til dæmis eins landið sem Luxemburg, lenti sjaldnar í minnihluta í málum sem að Luxemburg lagði áherslu á en til dæmis Þýskaland, sem að segir að smáríkin sem segir það að stóru ríkin fá ekkert endilega sínum málum framgengt oftar en smáríkjunum. Hvað er okkar næstu skref ef við viljum ganga
verða fullgildir meðlimir í þessu alþjóða samfélagi og þáttakendur í alþjóðavæðingunni. Hvað þurfum við að gera til þess? Ég held að alþjóðavæðing hugarfarsins skipti verulegu máli. Ég tel að Íslendingar almennt þurfi að einhverju leyti að opna sitt hugarfar. Mér finnst að oft á tíðum séum við dálítið lokuð og séum ekki tilbúin til þess að fórna kannski einhverjum sér einkennum okkar á kostnað annarra þátta. Síðan eins og ég nefnt þá skiptir enskukunnáttan verulegu máli og auðvitað hinn almenna löggjöf og sá rammi sem að rekstri fyrirtækja er skapaður. En ég tel að hugafæri skipti hér verulegu máli. Það er spurning vilja. Viljum við taka aukinn þátt í þessu í alþjóðlegum viðskiptum? Viljum við að útflutningurinn héðan hann fara að vaxa hraðar? Viljum við fá erlenda fjárfestingu til landsins? Viljum við að íslensk fyrirtæki fjárfesti auknum mæli erlendis? Þarf þá aukna jafnvel upplýsingagjöf til almennings og stjórnenda fyrirtækja til þess að þessi vilji komi fram? Ég tel að það þurfi að leggja aukna áherslu á menntun á þessu sviði á öllum stigum skólakerfisins. Ég tel mjög mikilvægt að auka umburðarlyndi Íslendinga gagnvart öðrum menningarheimum þannig að það verði auðveldara fyrir Íslendinga að eiga samstarf með útlendingum. Síðan má segja varðandi hinn almennu umræðu að þá held ég að það mætti auka hana verulega. Ég hef nú á tilfinninguna að hún sé fari nú mjög vaxandi þessa mundir. Það gætir þetta aukins frelsis eða gæti frelsis í fjárfestingum og eins og vorum að tala að þá eru heimil uppgjör í erlendri mynt og erum við þannig á réttri leið? Menntunin, hefur hún eitthvað tekið við sér? Hvað heldur þróunina síðustu 10 ár? Erum við á leið að nálgast nýtt hugafar? Hægt og rólega, of hægt og of rólega. Útlendingurinn hefur ekki verið að aukast jafnhratt og heimsviðskiptin. Fjárfestingarnar hafa verið að aukast en það hefur gengið mjög hægt fyrir sig. Íslendingar eru ekki eins lokaðir og þeir voru fyrir 10 árum síðan, þannig að þetta nú allt saman í áttina. Það að segja ef að maður telur að það sé jákvætt að auka alþjóðavæðinguna. Og ég tvímælalaust á þeirri skoðun að það sé mjög æskilegt. En ég hef oft á tilfinningunni að Íslendingar hafi tilhneigingu til þess að ofmeta stöðu sína og jafnvel að ofmetnast og að þeir hafi tilhneigingu til þess að bera ekki næga virðingu fyrir öðrum menningarheimum og fólki af öðru þjóðerni. Getur það skaðað okkur sem þjóð ef við tökum ekki við okkur og færum okkur hraðar í áttina að alþjóðavæðingu? Ég tel að það hafi neikvæð efnahagsleg áhrif fyrir okkur. Ég sannfærður það að til þess að lífskjör á Íslandi verði áfram með því besta sem þekkist í heiminum, að þá verðum við að taka mjög virkan þátt í alþjóðaviðskiptum. Og án slíkrar þáttöku muni lífskjörin fljótt fara að versna. Ingjaldur Hannibalsson, ég þakka þér fyrir spjallið. Já, þetta var Ingjaldur Hannibalsson, prófessor við viðskiptadeild Háskóla Íslands, þar sem hann meðal annars kennir alþjóða markaðssetningu.
Viðskiptaþátturinn nær ekki lengra í dag. Á morgun munum við ræða mannauðsstjórnun og í síðari hluta þess þáttar ræðum við Runólf Ágústsson, rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst og fræðumst það nám sem þar í boði. Ég heiti Hermann Guðmundsson og ég þakka fyrir hlustunina í dag. Verð hér aftur á sama tíma á morgun og endurfluttur á miðnætti alla virka daga. Verið sæl. Hér koma fréttir frá fréttastofu Stöðvar 2 á Útvarpi Sögu. Ég skal svara! Í íslensku krónunar hefur ekki staðið sterkara í tæpt ár eða frá því í lok apríl í fyrra. Gengið styrktist 0,34% í dag. Viðskipti á millibankamarkaði námu 3,5 milljarði króna samkvæmt upplýsingum frá Íslandsbanka. Gengisvísitalan í lok dags var 132,9 stig. Gengi Bandaríkjadals var gagnvart krónunni var 96 krónur og 15 aurar. Til harðra skotbardaga kom við fæðingakirkjuna í Betlehem nú síðdegis. Ísraelskir hermenn hafa setið kirkjuna í 20 daga en hópur palestínumanna hefur leitað skjóls þar. Fregnum ber ekki saman hvort skotin komu öll úr sömu átt en palestínskur lögreglumaður sem heldur til í kirkjunni hélt því fram í samtal við Reuters fréttastofuna að skoti væri að þeim úr öllum áttum en sem komið væru allir heilir á húfi. Þá sagði hann að engin skot kæmu innan úr kirkjunni.